Nú styttist í að lög sem kveða á lágmarksfjölda hvors kyns í stjórnum fyrirtækja með fleiri en 50 starfsmenn taki gildi. Síðasta áratuginn hefur hlutfall kvenna verið stöðugt, rúm 20%, en 1. september 2013 verður það að vera á bilinu 40 til 60%. Á 400 fyrirtækja fellur undir löggjöfina og því ærin starfi framundan næstu 2 aðalfundi að finna meir en 200 nýjar stjórnarkonur til að uppfylla lágmarksskilyrði. Við ætlum að fjalla þetta eftir andartak. En fyrst ætlum við að ræða hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja. Þórdís Sif Sigurðardóttir lögfræðingur og Berglind Guðmundsdóttir, ritstjóri handbókar stjórnarmanna, eru sestar hjá Þóru. Velkomnar Þórdís og Berglind. Berglind, byrjum á þér af því að þú gerðir könnun meðal íslenskra stjórnarmanna í sumar og ert svo ritstjóri þessar handbókar sem að stjórnarmenn áttu að kynna sér. Svo að umræðan sé alveg örugglega á réttum grunni, þá langar maður að biðja þig að segja okkur hvaða fyrirtæki, félög, sjóðir falla undir þessi ákvæði. Já. Er að ræða hlutafélög, einkahlutafélög og opinber hlutafélög sem eru með 50 starfsmenn á ársgrundvelli. Þannig það liggja mörkin. Já. Og þeir þurfa að uppfylla þessi skilyrði að tryggja að lágmarki 40% af hvoru kyni í stjórn félagsins. Og síðan þetta allir lífeyrissjóðir, óháð starfsmannafjölda sem falla undir. Og þeir eru eitthvað á 4.10? Já, það eru 32 lífeyrissjóðir sem eru Landssamtök lífeyrissjóða og þeir falla allir þarna undir. Ef við fáum að sjá bara tölurnar, stöðuna, lítum á stöðuna eins og hún er núna, þá eru þetta 308 fyrirtæki sem falla undir löggjöfina. Það er innan við helmingur sem uppfyllir skilyrðin, 133 af þessum 308 og það vantar 217 konur í stjórnir þá bara á næsta 1,5 árinu. Eru þær bara reiðubúnar í röðum? Já, það er verið mín tilfinning að það skortir ekkert viljan en kannski þurfa konuna svolítið meira að gefa sig fram. Það er ekki að sitja bara heima og bíða eftir símtalinu. En það virðist vera að vinna markvisst að því, meðal annars innan félag kvenna í atvinnurekstri og fleiri stöðum, að hvetja konur til þess að gefa kost á sér og sækja láta vita af sér. Já. Þórdís, þú skrifaðir heila meistararitgerð í lögfræði nákvæmlega þetta efni og dróst þarna fram ýmsa áhugaverða tölfræði sem kannski sýnir það hvers vegna var farið í þessa löggjöf kynjakvóta. Ef við lítum hérna á þróun kynjahlutfalls í íslenskum fyrirtækjum 1999 til 2010 þá sést að það hefur verið bara mjög stöðugt frá því fyrir aldamót. Þetta er rúm 20% og enda er það þannig að það er meira en helmingur fjölskipaðra stjórna ef við sjáum hérna skífuritið sem er eingöngu skipaður körlum. Það er meira en helmingur og það segir okkur nú kannski eitthvað þetta, það er einhver ástæða fyrir því að menn vilja ýta þessu hraðar. Það hefur ekkert gerst í 10 ár. Það hefur rosalega lítið gerst og fólk heldur að það sé alltaf að gera og atvinnumarkaðurinn heldur alltaf að það sé mikið að fara að gerast og mikið að fara að breytast en þetta helsta voru rosalega mikið í sömhlutföllunum eins og við sáum hérna á súluritinu áðan þá var það frá 20-21% upp í 24%. Það er samt alveg breyting og stærstu fyrirtækin eru kannski að fjölga konunum mest og það hefur bara sýnt sig að þetta er að gerast en þetta gerist allt of hægt. Þetta er svona víða, til dæmis Bretlandi þá er ekki búið að setja á lög en það er svona verið að tala það núna hvort það er að setja lög eða hvort það við erum að láta bara hvatningu gilda og nægja og en það er alltaf fleiri og fleiri sem eru orðnir fylgjandi því að setja lög þetta. Það er ekkert endilega að löggjöfin sé eina rétta. Heldur getur vel verið að eins og samstarfssamningur sem var gerður á milli hagsmunaaðila eða samtaka atvinnulífsins, Viðskiptaráðs Íslands, Félagskvenna í atvinnurekstri og Creditinfo. Sá samstarfssamningur var gerður 2009 áður en löggjöfin var sett en og það er náttúrulega viljið til þess að samstarfssamningurinn komi þessi gegn en lögin það sýnir samt menn voru ekki hrifnir af lögunum? Nei og það sýnir sig alveg samt í reynslu margra annarra þjóða að það þarf kannski bara lög og það er komið lög víða annars staðar. Þú sagðir að það hefur verið mest breytingi á stærstu fyrirtækjunum en ef við horfum, fáum aðeins að sjá hvernig þetta hefur verið hjá þeim samkvæmt tölfræðinni sem þú setur fram að þá hefur það verið, jú það hefur fjölgað en samt bara rétt svo til þess að ná upp í meðaltalið. Já, alveg. Berglind,
af því að þú gerði þessa könnun meðal stjórnarmanna, er eitthvað sem bendir til þess að það þurfi ekki lögin? Já, það eru allavega jákvæðar vísbendingar í þessari könnun sem KPMG gerði síðasta sumar. Þar voru stjórnarmenn í stærstu fyrirtækjunum og lífeyrissjóðunum beinir að taka þátt og þar kemur meðal annars í ljós að stjórnarmenn sem eru búin að vera 1 til 2 ár í stjórn viðkomandi félags, að þar hlutfallið allt annað en við sjáum á sólunum. Þar eru við tala 38% konur. En í þessum, það náttúrulega mörg fjármálafyrirtæki þar sem var hreinlega hreinsað út úr stjórn og þetta eru ný fyrirtæki og svo framvegis. Þannig að þú ert að segja að menn hafi tekið þetta inn í reikningin. Já, það allan alveg augljóst. Eitthvað gerðist 2009, út ef við horfum 3 ár aftur í tíma, þá sjáum við sömu tölur og á súluritunum. En það eitthvað sem gerist 2009, 2010, þannig að atvinnulífið það að huga að þessum atriðum. Ertu á því að löggjöfin sé óþarfi? Það var eftir komið ljós, en það allan augljóst að atvinnulífið það að taka á þessum efnum og byrja á því strax 2009 og við endurnýjun stjórnarmanna að þá verið að huga þessum atriðum. Þínar niðurstöður virðast vera dálítið afdráttarlausar í þessu? Ég í rauninni tek ekki afstöðu til þess hvort það þurfi lög eða ekki. Þetta vinnur svolítið saman og það hafa verið sett lög og það komin samstarfssamningur vinnur saman að því að konunum fjölgar. Það rosalega mikilvægt að fyrirtæki séu að vinna í því strax að fjölga konum, ekki gera það bara 2013. Þetta ákvæði tekur gildi í september 2013. Ef að fyrirtæki öll að fjölga konunum 2-3 ár í maí 2013, þá svo erfitt að vera að skipta út kannski 2-3 hæfum stjórnarmönnum sem að hafa reynslu inn fyrir 2-3 nýja. Það skiptir ekki máli hvort það eru konur eða kallar sem eru að koma nýjir inn. Þannig að fyrirtæki verða að grípa til aðgera strax. En þú segir verða að grípa, hver eru viðurlögin? Einhver viðurlög við því að fara ekki á það? Ef að fyrirtæki heldur aðalfund sem að kýs nýja stjórn, þá hefur fyrirtækjaskrá heimild til þess að synja skráningu nýrra stjórnar sem að uppfyllir ekki ákvæði lagana. Ef að fyrirtæki kýs sömu gömlu stjórnina, þá ekki ákvæði lögunum sem að fyrirtækjaskrá getur nýtt sér núna, en það aldrei að vita nema að verða sett ykkur reglugerðir sem að geta komið því til leiðar, en það spurning hvort það ekki bara bíða með viðurlögin í reglunum og lögunum þangað til eftir að lögin að taka gildi til að sjá hvort að markaðurinn gerir þetta ekki. 2013 þá enginn sem fer yfir listan og gætir þess að hlutfallið sé orðið rétt alls staðar? Nei, sem kom mjög á óvart þegar ég var að skoða lögin. Það var engu breytt varðandi viðurlögin. Þetta tekið svolítið eftir í samræmi eins og þetta var í Noregi, en þar voru viðurlög fyrir sem að fyrirtækjaskrá þar getur beitt. Að því þú minnist á Noreg og þessi sambærileg lög, þá skulum við sjá hvernig hlutfallið þar hefur breyst undanfarin ár. Það eru nokkur ár sem voru sett svona lög þar. Og það fer nú ekki milli mála hvað gerist þegar lögin eru sett og þá hlutfallið einfaldlega upp í 40% af því að það lögbundið lágmark. Og ef við skoðum þau fyrirtæki sem eru skráð í Kauphöllina í Noregi, þá þetta ennþá vera sláandi. Stjórnarkonur voru 1% og eru núna 40%. En hver eru áhrifin á viðskiptalífið? Skiptir þetta einhverju máli? Að öðru en bara það að það fallegra að hafa rétt hlutfall? Já, fjölbreytileiki í stjórnum skiptir gífurlega miklu máli. Það hafi ekki bara allir stjórnum sem steyptir í sama formið með sömu skoðunina. En það ekki allir karlmenn endilega steyptir í sama mót? Nei, alls ekki. En með því að fá inn konurnar, þá færðu þau oft inn nýja sýn og það allan að verið mín reynsla að þegar stjórnunar eru blandaðar, að þá alltaf andrúmsloft á stjórnarfundunum. Hvernig þá? Að það meira umræður, gagnrýnar spurningar og það kannski ekki vera að stökkva til. Það stundum eins áhættu fælni sem fylgir kannski konunum, sem sumir segja séu kostur og aðrir segja sér galli. Það lesa frekar bókina þína? Það lesa frekar handbókina, já, það nýta sér handbókina. Það nýta sér leiðbeiningum stjórnarhætti, allan að samkvæmt könnunum sem við gerðum. Já. Og þær eru undirbúið sér betur og þær eru eyða meiri tími í stjórnarstofnun. En ein helstu andmælin gegn kynjakvótanum í Noregi voru einfaldlega þau að konur væru ekki jafn hæfar. Það sýndi sig bara af því að það væri miklu færri. Þetta hlutfall væri bara sönnun þess, það væri ekki jafn hæfar, þetta væri ekki einhver skekkja.
sko, en oft það nú, það sem horft á bara arðurinn á fyrirtækinum og hægt að sanna það að hann sé betri? Það eru mjög margar rannsóknir sem benda til þess og ég nefni það til ritgerðin minn og rek það alveg ágætlega að sem benda til þess að þeim jafnari sem kynjahlutföllin eru í stjórnum, þeim meiri arðsemi skila fyrirtækið. Og það bara svart á hvítu. Það er áhættu meðvitund, það eru betri stjórnarhættir sem koma inn í fyrirtækin, það eru meira eftirlit með rekstri fyrirtækisins og störfum stjórnarana sjálfra, störfum stjórnenda og það eru alls konar góðu stjórnarhættir sem að koma þegar kallar koma með sína góðu stjórnarhætti. Saman við góðu stjórnarhætti kvenna, þá vinnur þetta svo vel saman. Kynin eru best saman í stjórnum. Og þannig að blandaða stjórnir með sem jöfnust kynjahlutföll, þau skila meiri arði. En þetta hefur samt ekkert smitast yfir í það að sko konur komast ekkert frekar í stjórn endastöðu, þær eru ekki fleiri framkvæmdastjórar og bera því oft við að Ertu að meina í Noregi? Já, í Noregi, þar sem eru þessi lög. Já, það er víða annars staðar sem eru tengsla milli þess að stjórnendur og stjórnarmenn, það sé fylgni á milli fjölda kvenna og karla, en það er kannski bara of stutt síðan lögin tóku gildi í Noregi. 2008 átti þetta við öll fyrirtæki og fræðimenn þar vilja meina að það sé ekki ennþá hægt að negla það niður að lögin hafi ekki áhrif á aðra heldur en bara stjórnendur í hlutafélögum. Nei, heldur að þetta verði raunin hjá okkur að það þurfi bara að horfa lengra fram í tíman að það verði öll þessi hlutföll jafnari inn í viðskiptalífinu? Já, við þurfum alltaf klárlega að gefa okkur töluvert lengri tíma til þess að jafna stjórnendastöðunar. Það er líka bara út af endurnýjunin er ekki jafn hröð þar eins og í stjórnunum. Nei, það setur framkvæmdastjóri jafnvel áratug. Setja lengur, já. Þannig að það tekur bara miklu lengri tíma þar. Það voru áhugavert að sjá hver þróunin verður. Kæra þakki fyrir komuna. Takk. Takk.